Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála og bæjarritari sem hér í fundasal bæjarskrifstofunnar á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 338. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann settan. Fundurinn tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 763 og númer 764 og þær verða bornar upp sama til samþykktar ef enginn veitir því andmæli. Svo virðist ekki vera. Síðan á dagskrá eru umhverfis- og skipulagsnefnd númer 6, fræðslunefnd númer 114, félagsmálanefnd númer 156, hafnarstjórn númer 283 og stjórn menningarstofu og safnastofnunar númer 2. Síðan eru 2 almenn mál á dagskrá og það er svæðisskipulag Austurlands og samningur sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu. En þá göngum við til dagskrár og fyrst á dagskrá er fundargerð bæjarráðs númer 763 og 764 og orðið fundargerð bæjarráðs. Og Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, takk fyrir það. Bæjarfulltrúar, þess að fá komin á nokkra liði í fundargerðin bæjarráðs númer 763 og 4. Byrja á 763 og kannski svona það sem er þá kom inn á og svona greina hans frá er náttúrulega liður 2 þar. Það margir náttúrulega telja við séum þessi stytting vinnuvikuna nokkuð liði frá því slíkt var samið og sett inn í kjaraumhverfi starfsmanna, bæði sveita hins opinbera og einkageirans, en eftir stóð með undanþágu stytting vinnuvikunnar hjá slökkviliðum, atvinnuliðum á landinu. Það var útfærsla sem ekki var lokið að fullu og við erum að fara yfir það í samráði við þeirra kjarafélag. Og núna 1. október tekur slík stytting gildi en var frestað gildistöku þess liðar var frestað til 1. október þess árs. Og þetta var lagt fram minnisblað frá slökkviliðsstjóra til kynningar þær útfærslur. Þetta hefur verið heilmikil vinna innan þessara atvinnulið á landinu sem eru nokkur að ná þetta svona umgjörð sem líka starfsmennir sætta sig við að mörgu leyti. Slökkviliðsmenn vinna í dag í 12 tíma vaktakerfum og það er sem sagt dag- og næturvaktir og hennar móti kemur að þarna verið að horfa til 8 tíma vaktakerfis sem breytir þá tölverði í sólarhringsvakta uppsetningunni. En það er vonandi að þetta er að ná stuttan og þetta er í kynningarferli núna og umræðuferli innan liðsins og kemur núna til ekki segja fullra virkni 1. október. Þetta mun engu síður hafa þið för með sér bara eins og menn hafa séð í vaktakerfum þar sem þessi breyting er innleidd eins og á lögreglu stöðum. Þetta kallar náttúrulega að það verða til þess að halda saman þjónustu þá mun verða einhvers konar fjölgun einnig á starfsmönnum til þess að hækja mælst. En þetta er sem sagt núna komið til staðfestingar, bara svona komið inn á það að þetta var almennt þessu frestað til 1. október. Sama fundi það er náttúrulega það standa núna sem að sjá yfir viðræður samninga sjúkraflutninga. Það er á því stigi að svo þeim verið bara að fara yfir forsendur þeirra og skýrist núna á næstunni að því við náttúrulega erum að sinna þeirri þjónustu fyrir Heilbrigðisstofnun Austurlands en slík þjónustur á vettvangi ríkisins, heilbrigðiskerfisins. Aðeins í 794. Þar er liður 2 sem er veikindalaun 2022. Eins og bæjarfulltrúar þekkja þá breyttum við útfærslu tengslum við veikindalaun okkar frá síðasta ári eða frá svo verið hefur lengi. Við hefum verið með hann var reyndar ekki stóra vexti en sem var látið mæta veikindalaunum því að hann var óvissa á hverju ári hvað þessu stór hlutfall veikindalaun verða okkar launa umhverfi. Þannig að það var ákveðið að samda bæjarráði og bæjarstjórn á síðasta ári tengslum við fjárhagslega að víkja frá þessum potti og taka frekar þessar árin til skoðunar stöðu veikindalauna hjá okkur og koma þá með viðauka á móti þeim veikindi sem ekki rúmast innan rekstrarumhverfis viðkomandi stofnunar og leið líka að gefa okkur betri innsýn með reglum hætti hvernig veikindalaun óvast eða hvernig það er.
Við vorum fyrstu 6 mánuðina, það spila náttúrulega óvenlega verulega inn í núna, það er náttúrulega COVID sem vonandi hægt að hafa jafn mikil og víðtæk áhrif það hafði áður á okkar samfélag, var bæði náttúrulega lok síðasta árs og byrjun þess árs hafði mikið að segja í starfsemi okkar stofnana og hafði mikið að segja inn í þessu líka. En enga síður eftir að hafa farið yfir þá verður bætt inn á 40 milljónum inn í okkar stofnanir og kemur hér inn í formi viðauka á móti þessum langtímaveikindum sem þarna eru samlega. En við erum náttúrulega höfum verið að vinna mjög þétt og ætlum okkur að vinna áfram mannustjóri, bæðis fráfarandi mannustjóri og nú sá sem er nú í því starfi er að horfa og skoða með stjórnendur mjög vel hvernig við bara höldum vel utan þessi mál og getum svona sem mest reynt að koma halda utan veikindalaun, halda utan veikindi og reyna að svona hvernig við getum unnið sem besti framtíð með það mál því við viljum gjarnan okkar starfsfólki í best en undan veikindu komast við aldrei. Síðan er hér liðir sem fara til sérstakar umræði í lokin og inn í þessu sem eru saman hundabæðisráð barnaverndar svæðisskipulagi sem eru stór mál. Ég vil bara nota tækifæri að fagna umsóknum lóðir sem eru verulega margar núna sem er jákvætt og gleðilegt. Enda gleðilega þegar við sjáum líka framkvæmdir hefjast á lóðunum. Þá sjáum þetta er að skila áringar, við vitum að það er mikil þörf, við þekkjum hana sem rætt hana marg og hér, reynt held ég öll að til fremsta megni að útfæra þessi aðgerðir til þess að ýta undir nýbyggingar húsa hér og það er vonandi að skila sér í auknum mæli og sem við sjáum í þessum umsögnum. Síðan var hér svo sem falið bæjarstjóra með stjórnendum að útfæra verklagi kringum hugmyndir auglýsingar á störfum sem kemur inn til bæjarráðs í næstu viku, slíkar útfærslur. Og ég verð þá sérst tækifæri að ræða þær þá þegar að sú útfærsla er búin að koma inn og menn geta þá tekið umræðan hann í bæjarráði og tekið hann til umfjöllunar þar fyrst. Mér ætla ekki að tjá mig hér í dag, vonandi gefst tækifæri til síðar, nákvæmna þætti að tjá sig en ég ætla ekki að gera það hér og nú, en vildi bara vekja athygli á þessum lið. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið formaður bæjarráðs, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, frú forseti, herra bæjarstjóri og aðrir hæstvirtir bæjarstjórnarmenn sem er fólk. Ég ætla að byrja á að ræða bæjarráð 763 og ætla að gera það sömu mál og Jónbjörn var að fara yfir en þar inni fórum við auðvitað yfir fjárhagsáætlun gerð í Fjarðabyggð og við erum búin að leggja fram ramma. Það hefur bara verið sátt þetta flokka þessa vinnu sem er núna farin í gang í nefndunum og ég heyri ekki annað en að sú vinna gangi ágætlega og það eru auðvitað allir mjög meðvitaðir ástand í samfélaginu á verðbólgu þess að við erum að sýna ákveðna ábyrgð og munum gera það og sú vinna gengur bara vel og ég hlakka til að halda fram að takast á við þessa vinnu með öll. Já, fara það bara yfir í það fara ágætlega yfir hérna punktana þarna við fyrir svo bara yfir í 764 og svo sem liður 1.1 þarna það er nú bara sama þarna er nú sú fjárhagsáætlun gerð sem stýra bæjarráði sjálfur og ekki mikið að segja. Var þetta svæðisskipulagið? Svæðisskipulagsnefndin er búin að afgreiða þessa tillögu að svæðisskipulagi og við fengum heldur betur góða kynningu á því í síðustu viku og mér sýnist ekki annað en þarna sé mjög góða vinnu að ræða. Þetta sé í raun og veru fagnaðarefni fyrir Austurlandi í heild sinni. Mjög jákvætt í raun og veru að það sé verið að vinna svona heildarskipulag fyrir svæðið í heild sinni og getur ekki annað en fagna þeirri vinnu. Og það þakkar öllu því góða fólki sem verið komið að þessu. Mér skilst þetta sé búið í gangi síðan 2016 en það er
mjög jákvætt að þetta sé að koma í höfn. Nú varðandi lið 1.6 sem þá BF innviðaráðuneytis, þá svo sem þetta ákveðna athugasemd ræða í þessu máli. Við svo sem fórum yfir þetta í bæjarráði og þar höfum við stuðst við minnisblað frá lögmanni sveitarfélagsins og í því minnisblaði kemur skýrt fram að eðlilega hafa verið staðið að þessari framkvæmd hans mati og ég get svo sem ekki verið annað en sammála því sem að hann segir í sínu minnisblaði þetta mál og hann segir þar orðið rétt að út frá sjónarmiðum eðlilega pólitíska ábyrgð virðist rétt að sveitarstjórnarfulltrúi sem ráðinn sveitarstjóri standa andvirðssamning vegna starfsins og vísar til að mynda í 20. lög sveitarstjórnarlaga og ég tel nú nokkuð ljóst að þessu hafi verið rétt staðið í upphafi og þessu auðvitað hefur verið svarað á þessu nótum og sjáum við bara hvernig ráðandi bestið en já, ekki vona því að það verði minni. Varðandi lóðirnar, það svo sem ekki hægt að segja annað en sama og Jónbjörn sagði að við fögnum þessum lóðum, það er mikið að gera þessum málum og það er að ljóst að það er heljaðan uppbygging framundan og mörg að huga okkar innviðum. Sömuleiðis í lið 1.9 í ráðningarstöð þá auðvitað berum við fyllsta traust til stjórnenda í Fjarðabyggð þetta verður auðvitað útfært á næstu vikum. Ég held að þá sé þessari spurningu mínu lokið í byrjun. Takk fyrir þetta. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hérna á fundargerð bæjarráðs númer 763. Þar er fyrsti liður sem að heitir fjárhagsáætlun Fjarðabyggðar 2023-2026 og rétt eins og Stefán kom inn á og þá er samstaða megin línur fjárhagsáætlunargerðar. Það sem er lagt til að fara í 5% niðurskurð og takast svona á við þann fyrirsjáanlega halla sem er á A-hluta sveitarfélagsins. Og líkt að bent hefur verið á undanfarin ára þá er A-hlutin alltaf að færast fjær því að geta talist sjálfbær sem kemur svo sem vel inn á það í gögnum fjármálastjóra og það er auðvitað sameiginlegt verkefni okkar bæjarfulltrúanna að reyna að minnka það bil að minnsta kosti og endanum að gera A-hlutann sjálfbæran. Við erum að kljást við síhækkandi kostnað sem er launakostnaður og hann er nú farinn að nema 72% af heildarskatttekjum Fjarðabyggðar. Og þannig að þetta er verðugt verkefni fyrir okkur, alls ekki óyfirstíganlegt og áfram er bjart yfir Fjarðabyggð og við höfum alla burði til þess að takast á við svona verkefni enda er atvinnulífið hér mjög sterkt og allir innviðir vel í stakk búnir til þess að mæta svona verkefnum. Í þessu er bara mikilvægt að við höldum áfram að ganga í takt og takast á við þessa fjárhagsáætlunargerð og horfum þá til þess
að mæta öllum því sem við höfum hug á því að gera, hvort sem það er í fjárfestingum eða viðhaldi eða eitthvað svoleiðis, að við horfum til þess að við þurfum að mæta því í rekstri. Og þetta hefur bara verið samhljómur að mínu mati innan bæjarráðs og milli flokkana. Við þurfum þá að horfa til þess þegar að fram í sækir í fjárhagsáætlunargerðinni að horfa til þess hvað verður hægt að gera. Það svona mun koma betri mynd á það þegar að nefndirnar fara að skila sínum áætlunum og fara að koma inn til bæjarráðs. Hvaða burði við höfum til þess að mæta rekstrinum á næsta ári með tilliti til þessa niðurskurðar og hvaða rúm við höfum til fjárfestinga. Fleira ætla ég ekki koma inn á í fundargerð bæjarráðs 763, en ég ætla að koma hérna inn á í fundargerð bæjarráðs 764. Fyrst er það að liður 1.5 varðandi tjaldsvæðin í Fjarðabyggð. Þar er mjög góð yfirferð á rekstri tjaldsvæðina. Við erum að reka hér mörg tjaldsvæði, mismunandi af stærð og gerð, og þetta er heilmikill kostnaðarliður fyrir sveitarfélagið og ég oft orðið þess var af umræðum tjaldsvæði í þessu sveitarfélagi að það er almennt álitið að þetta sé einhvers konar tekjuöflun fyrir sveitarfélagið, en svo er alls ekki. Það er mjög dýrt að halda út í tjaldsvæðum og þetta er mikið umstang og í rauninni bara heilmikill kostnaður. Það er mjög gott að fá svona yfirferð til þess að átta sig á þessum rekstri og geta þá horft til þess hvernig við ætlum að byggja upp tjaldstæðin til framtíðar. Og ég fagna þessari vinnu. Varðandi lið 1.6 þá fjallar það bréf innviðaráðuneytisins vegna gerðar ráðningarsamnings bæjarstjóra, og ég verð nú að játa það að bókun meirihlutans kom mér mjög á óvart. Hún er að mínu mati uppfull af hroka og algjörlega tilhæfulaus. Það hefur verið mjög einfalt fyrir bæjarfélagið að hafa samband við þann sem hér talar, því hann er sá sem er nafnlaus aðilinn í bókuninni. Það hefur verið líka hægt að heyra í ráðuneytinu, því hún er alls ekki nafnlaus. Heldur er þetta bara í mínu nafni, og ég mun fara hér aðeins yfir aðdragandann, en ástæða þess að ég sendi inn þessa ábendingu er vegna þeirra sjónarmiða, rétt eins og lögmaðurinn kemur inn á, og ég get í rauninni að mörguleyti tekið undir sjónarmið lögmanns sveitarfélagsins, en hann kemur aftur á móti að mjög litlu leyti inn á það sem að máli snýr og kvörtunin snýr og bókunin gerir það jafnframt líka. Þar er nefnilega að blanda saman ráðningunni sem er pólitísk, og það er ekki deilt, meðal annars komið inn á í greinargerð sveitarstjórnarlaga. En það flækist málið í þeirri framkvæmd sem að Fjarðabyggð gerði varðandi ráðningu. Þar sem að ráðningin og gerð ráðningarsamningsins er slitið í sundur. Og þá vaknar upp það álitamál, og það er álitamál, og þess vegna er ekki lögð fram kæra, heldur ábending, þar sem óskar eftir að innviðaráðuneyti fjalli um það. Þegar búið er að ráða bæjarstjóra, sem er pólitísk ákvörðun, og greinargerðin með lögunum, sveitarstjórnarlögunum, tekur út fyrir sviga, má ég segja, pólitískar ráðningar. Það þurfi ekki að fara í auglýsingu og svo framvegis, þetta þekkjum við. En þegar þú slítur í sundur, sem er auðvitað mjög einkennilegt að slíta í sundur ráðningu og gerða ráðningarsamnings, þá vaknar upp að álita mála mínu mati hvort að ráðningarsamningurinn sé pólitískur. Og það er væntanlega það sem að ráðuneytið mun fjalla um
Og ég gef mér það að innviðaráðuneyti sé ekki að kalla eftir slíkum upplýsingum að ganni sínu. Það er bara fólk sem er mjög vandað og þekkir mjög vel til stjórnsýslulaga. Þeir eru væntanlega ekki að kalla eftir þessum upplýsingum ástæðulausu ef að lögin er algjörlega skýr. Nú kann það vel að vera að ráðuneyti áliti svo að 20. grein sveitarstjórnarlaga gerir ráð fyrir því að þú getur gert ráðningarsamning sem er aðskilinn ráðningu bæjarstjóra og það er þá bara vel og þá er það bara búið að skerpa á þessu verklagi. Ef ekki, þá kemur annað verklag, jafnvel lögunum breytt og ekkert vandamál með það. Það varðar þá Fjarðabyggð sem og önnur sveitarfélög. Og þannig að hér er gerður algjör stormur úr vatnsglasi í þessari bókun sem gerir ekkert annað en að vekja athygli á málinu og gerði það að verkum að fjölmiðlar fjölluðu málið en það er bókunin með þeim hætti að hún gat ekki annað en vakið athygli. Hún er eins og ég sagði áðan uppfull af hroka og ekki góð gagnvart ímynd sveitarfélagsins í máli sem þessu þar sem að engin kæra hefur verið lögð fram, ekki nokkur. Heldur ef að ráðuneyti mun fara og skoða málið nánar þá mun það eingöngu fjalla það verklag sem sveitarfélög þurfa að grípa til í svona málum. Alvarlegra enn nú málið er. Og ég get alveg skilið afstöðu lögmannsins því að hann er að fjalla þessa pólitísku ráðningu að mestu leyti eins og komið inn á í bókunni. En kvörtunin sem að væntanlega er hægt að fá frá ráðuneytinu, hún snýr ekki það og það er skýrt tekið fram í ábendingunni það er ekki deilt. Heldur er deilt það hvort að þóknun sé ráðningarsamningur, hvort að það sé hægt að túlka það svo rúmt og þá hvort að það sé almennt litið á að þegar búið er að ráða bæjarstjóra og verið er að ganga frá ráðningarsamningi að sömu lög eigi þar við Örlítið varðandi lið 1.9, ráðningar í störf. Þetta er tillaga sem að við lögðum fram inn í bæjarráð sem fjallar það að störf á vegum Fjarðabyggðar þurfi að hljóta samþykkis bæjarráðs áður en til auglýsingarinnar kemur. Og alveg eins og Stefán sagði réttilega og Jón Björn þá á eftir að útfæra í rauninni hvernig við nálgumst þetta innanhús. En ástæða þess að þetta er lagt til er í rauninni það má líta á þetta sem tímabundna ráðstöfun jafnvel meðan að við erum í þessum niðurskurðarferli að við séum í rauninni bara ekki að útiloka neitt möguleika í því að geta mætt þessum nýráningum eða endurráningum með þeim hætti að við getum endurhugsað hvernig við skipum í störf og við getum jafnvel frestað auglýsingu, við getum jafnvel sameinað störf og hort þannig á það. Þannig að það er ekki verið að gera endilega ráð fyrir því en þetta er sett þarna inn til þess að við séum ekki að útiloka þann möguleika og þannig að það sé þá ekki bara á eins konar sjálfstýringu að störf séu auglýst nema þá í að bæjarráð hafi gefist kostur á að líta aðeins yfir sviðið og horfa á möguleg tækifæri. Takk fyrir þetta. Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og kæru bæjarfulltrúar. Mig langar að ræða aðeins mál númer 6 í fundargerð 764 í bæjarráði. Mér finnst svolítið leiðilegt að heyra oddvita Sjálfstæðisflokksins tala það að við séum hrokafull en hreinlega komum þetta okkur bara verulega opna skjöldu og það lítur ekki vel út fyrir sveitarfélagið þegar innviðaráðuneytið kemur með svona mál inn á borð hjá okkur. Það hefði kannski verið allt í lagi ef þetta hefði verið rætt innanborðs fyrst. Einnig finnst mér þetta vera bara svona hálfgerður pólitískur leikþáttur og ég veit ekki alveg hverju þetta á að skila eða hverju þið vilja fá fram.
ef að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að vera að verja næstu 4 árum í einhverjum persónulega deilur þá held ég að það verði fá önnur málefni sem að komist til leiða. En ég ætla að vona að þetta verði ekki langdregið mál. Takk. Takk fyrir þetta, orðið laust. Já, Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Það er kannski ágætt að ég útskýri hvað ég á við hrókafullt. Það er mjög hrókafullt að ýja að því að innviðaráðuneytið, að það sé hægt að draga innviðaráðuneytið í að taka þátt í einhverjum pólitískum leikþætti. Að starfsfólk innviðaráðuneytisins, lögmenn þess og fleiri, okkur ber að sýna þeim meiri virðingu en það að ýja að því að vera með dylgjur það starfsfólk að það sé að taka þátt í einhverjum pólitískum leikþætti. Það er hrókafullt. Þetta snýst ekki um neinar persónur. Mér er annt stjórnsýslulögin og það er bara í rauninni mitt áhugamál, lög og sérstaklega stjórnsýslulög. Þarna kemur upp álitamál sem mér finnst forvitnilegt að vita hvort að sé hafið yfir þann ágreining sem ég er með og við höfum velt upp fyrir okkur eða hvort þetta standist. Það er ekki alvarlega en svo. Ef að ráðuneyti kemst að því og þá þurfum að skoða þetta nánar og skerpa á þessu verklagi, þá kemur það engum persónum við. Það snýst bara um sveitarstjórnarlögin, stjórnsýslulögin og hvernig staðið verði að þessum málum í framtíðinni. Ef ég hefði hins vegar verið algjörlega viss það að lög hefði verið brotin og ég hefði viljað valda einhverju fjaðrafólki, gera þetta eitthvað persónulega, þá hefði verið miklu nær fyrir mig að leggja fram kæru. En það hvarflaði aldrei að mér. Og það hvarflaði aldrei að mér heldur að gera þetta með einhverju nafnlausri ábendingu eða einhverjum pólitískum leikþætti. Mér þyrstir einfaldlega bara að fá að vita hvort það rétt sé að þessu staði. Það er gott fyrir okkur, það er gott fyrir sveitarfélögin í landinu að við séum að reyna að iðka hér vöndu stjórnsýsluvinnu. Takk fyrir þetta Ragnar, orðið laust þetta gerir Bæjarás. Stefán Þór Eysteinsson afsakið hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, svo höldum við þess áfram með liðið 6. Varðandi það að það sem hefur komið hérna fram að þetta hafi ekki verið nafnlaust. Ég kannist það er svo nafni kemur auðvitað ekki fram í bréfinu sem við fáum frá ráðuneytinu. Þannig að þá er við bara lagt mat á það að þetta sé það nafnlaust en svo virðist ekki hafa verið. Varðandi erindið sjálft þá auðvitað ef ég les í það bara orðið rétt þá stendur ráðuneytið lítur svo á að í því felist ábending kvörtun vegna stjórnsýslu Fjarðabyggðar þannig að allavega með viðbrögðin sem það hlýtur nú að teljast eðlilegt þegar við erum að horfa á stjórnsýslu Fjarðabyggðar. Þannig að ég held að í því þá hafði þetta nú kannski ekki verið tilhæfulaus viðbrögð þannig en ég svo sem segi það að nú bara sjáum við hvað ráðuneytið segir og bara fá úr því skorið og svo sem fyrir þess að setja meiri tími í þetta. Takk fyrir þetta Stefán. Ég ætla nú samt aðeins að fá hvað má ég það fyrst. Ég ætla aðeins að blanda mér inn í umræðina í tengslum við lið 6 í fundargerð 764 en ég ætla aðeins að ég hugsa það að fyrir í liðinu hafa nú kannski ekki beint orðum sínum að því að innviðaráðuneytið hafi verið með leikþátt heldur mögulega það að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með leikþátt eða það var það sem ég skildi en ég ætla svo sem ekki ræða það hér heldur að ég hugsa að það sé bara fínt að nú bara hefur ráðuneytið kallað eftir gögnum og það er búið að senda frá sér
lögmaður sveitarfélagsins hefur sent frá sér minnisblað og þá nú bara einfaldlega hægt að meta það hvort að staðið hafi verið rétt að þessari ráðningu sem ég tel svo vera og samfærist enn betur eftir minnisblaði frá lögfræðingum en þetta er bara hvað maður að segja, þetta er bara allt í skoðunar og við bara það kemur í ljós hvað er ráðuneytið þegar ráðuneytið fjallar þetta, hvaða niðurstöðu þetta hefur og ef það þá náttúrulega það þannig að fleiri sveitafélög þurfi þá að skerpa aðeins á vinnulaginu því að þetta hefur nú oft við önnur sveitafélög heldur en bara okkur en ég tel að svo sé ekki en þetta bara verður óupplýst þangað til þá en Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri hefur beðið orðið og gjör svo vel. Já, forseti, takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að koma hér upp undir fjárhagsáætlunargerð, eða fjárhagsáætlun, tengi það við í 763, þann lið og eins og bara til þess að skerpa aðeins á því og vinnulagi sem og kannski svona lýsir ánægju með það, hvernig það verkefni að fara á stað. Nefndirnar hafa náttúrulega í því og ekki bara nefndir heldur sviðsstjórar, heilmikið verkefni framundan. Við erum að horfa til þess að eins og við komum fram bæði Stefán og Ragnar að rekstur A-hlutana þó að sveitafélagana, Fjarðabyggðar og svo í miður svo víða að verða gríðarlega þungur. Í eðli sínu þá auðvitað stór hluti rekstrar A-hlutans felst í starfsmannahaldi. Í okkar lögbundnu verkefnum og svo þeirri þjónustu sem við lögum samkvæmt þurfum ekki sinna viljum sinna til þess að gera bara samfélag okkar hæfara til þess að taka á móti íbúum og halda vel utan um sína íbúa og þjónustu. Þetta náttúrulega mál sem við sjáum að mun verða þungt til framtíðar litið. Við bregðumst við held ég og höfum brugðist við þetta hefur verið standandi verkefni frá að ég byrjaði hér í sveitarstjórn og raun og veru inn í nefndum þegar það tók þetta. Það tækir bara að setjast í nefndir að menn stanslausna reksturinn til umfjöllunar og ég sagði eitthvað það á þessum árum kannski frá árum 2000 eða frá sameiningu og það umhverfi sem sveitafélagin voru í eldri sveitafélagin þá alveg gríðarlega breytingar sem orðið á rekstrarumhverfi sveitafélagin hún með ólíkindum hún árið 1994 eða kjörtímabil 94-98 tökum við einsetnings og skóla fram á því voru skólar tvísetnir. Þeir voru á vegum ríkisins og en þá ákveðið að grunnskólinn flytti til sveitafélag og hafði einsetning skóla. Síðan höfum við tekið málaflokk fatlaðra. Allt voru þetta gríðarlega framfærslu. Breytingin og þetta sammála því breytingin á þjónustu á grunnskólaumhverfinu og svo var löngu tímabært og var mikilvæg þá sést bara ennþá betur að þjónustan nær samfélagsins á þetta að vera höndum sveita. Í dag erum við eitthvað 23% veitum 23% þjónustu á Íslandi, hún opinberri þjónustu. Ríki veitir 77, minnum sé nokkuð að rétta þjónustu. Meðan á Norðurlöndunum og ég hef sagt þetta áður, meðan á Norðurlöndunum og menn hafa séð því á því einu Unnsteinsinni sem mikið talað fyrir þessu síðustu ár, stjórnsýslufræðingur sem vinnur forsætisráðuneytinu. Á meðan á Norðurlöndunum þetta nokkurn veginn jafnt skipt, 50-50, til helminga. Auðvitað þar ýmis millistig. Þar líka svokallað þriðja stjórnsýslustig mjög víða. Þannig að það svona millistig á milli sem veitir ákveðna þjónustu og síðan sveitafélag. En til þess að gangi þá þarf að fjármagna þessa hluti. Og í byrjun töldu menn að skólinn hefði aldeilis verið rétt fjármagnaður. Hann reyndist vanfjármagnaður á allan hátt. Af því að sú þjónusta sem veitt var af ríkinu, við bara horfast yfir það. Fram að því að sveitafélag var ekki nægileg þjónusta. Hlutfall stuðningskennslu og svo framvegis miðað við þess tíma viðmið voru langt undir því sem þurfti að halda. Langt undir. Þannig að í sömuleiðis þjónustu við málaflokk fatlaðra, það samið á sínum tíma. En svo bara eins og þetta sé greitt í stein. Það hefur gengið afar illa að ná
í tekjustofnunefnd sem hefur starfað lengi og er virk og svo sannarlega milli ríkis og sveitarfélaga. En við náum ekki árangri. En við náum ekki nægilega mál, þetta náum við árangri og það ég held í skilningum. Við þurfum að ná orðið einhverju aðeins meira samtali, þá er ekki þannig fjárða, þetta er bara sveitarfélagin heilt, því við erum bara á landsting sambandssveitarfélag síðar í mánuðinum og þetta er búið að vera stefnumál í mörg ára sveitarfélagum að ná einhverju dýpra samtali það er þjónusta sem við erum að veita þarf að endurspeglast í því tekjum mótili sem við erum í núna. Á sama tíma þurfum við að skila okkur verkefnum eins og hjúkrunarheimilum, af því að þú veist, einhverjum tímpúti, verkefnum sem á svo sannlega heima á sveitarfélagum, en bara þú veist, vanfjármögnunin og vilja leysi til að koma út sem matþjónustu. Af því að skilgreiningin á þjónustu kemur svo ríkið. Og það er það sama sem núna er að gerast og við höfum séð gerast á síðust árum. Það er það að nú á kostnaðargreinar frumvarp. Þannig að þú veist, kostnaður liggi fyrir, þannig að við erum að horfa á þegar frumvarpi kemur til að gera og við erum búin að fá það í gegnum jöfnunarsjóð sem dæmi, jöfnunarsjóður og þannig. En það er einn duldi kostnaður, það er hluta rekstrar þenslu okkar. Ekki bara breytingar í kjaraumhverfinu, þetta fórum við styttingu vinnuvikunnar og allt gott en þess að það voru mikla kjaraleiðir síðustu ár sem er bara gott. En á móti kemur við að horfa á þá með því að skerða ekki þjónustu, við ætlum að halda henni, þá er aukinn kostnaður sem færist inn á þennan lið fyrir vikið hefur stækkað, það er náttúrulega hækkað við hlutfall okkar til greiðslu launa. Síðan er hitt að ýmsa þeim lögum eins og farsældarlögin nú sem er að koma til framkvæmda, reglugerðin ekki komið fram, lögin er komið fram. Farsældarlögin er mjög fín lög og við erum vel undirbúin þetta þegar af því að við vorum búin að gera breytingar innan húsið, við vorum komið með fjölskyldsveit. Þetta mun vera, við munum geta rent og svo inn í okkar skólakerfi á margan hátt með einfaldari hætti heldur en margir. Þegar margir er eftir að gera þær breytingar sem farsældarlögin kalla á. En enga síðan vitum við það að farsældarlögin, þau munu vera til kostnaðar. Þó þau sé ekki reiknuð þannig. Það er margt sem hefur verið síðustu ára. Það hefur margt í einhvern breyst til hins batnaðar. Þá verður það endurspeglast einhvers konar breytingu skipur að tekna milli sveitarfélaga og ríkisins. Og þetta er bara helja mikið verkefni sem býður sveitarfélagana ekkert bara að taka til í sínum rekstri. Sveitarfélagana koma út úr COVID-ástandi, hvað sem mönnum finnst það, hversu mikil áhrif það hafði, það er mjög misjöfn áhrif mynd sveitarfélaga. En þau fjárfestu, þau fóru í ýmsar aðgerðir, menn eru að ná tilbaka. Það voru ekki talað endilega Fjarðabyggð, heldur mörg önnur sveitar á landinu sem urðu mjög illa út COVID af því að bara það er atvinnugreinar sem eru stórar greinar þeirra samfélags eins og ferðaþjónusta. Það er mikil áhrif á þeirra, en við erum að ná tilbaka og við verðum alltaf að horfa á reksturinn, en við verðum líka að horfa á það er ekki alveg rétt gefið. Og við verðum bara að komast upp úr því að menn sé bara ennþá stælum það hvort þessu málaflokkur fallar að sé full gammal, hann er það ekki sko. Og það þarf ekki að rífast það, hann er það ekki, en hann er í miklu betur höndum en það veit. Ég er alveg 100% því. Og ekki þessi að ríkja hefur staðið, bara ekki komið nærþjónustu. Þetta er nærþjónustu. Þannig að við þurfum að horfa í það í okkar fjárhagsvinnu. Við þurfum líka að horfa í okkar fjárhagsvinnu sem ég held að sé að þú veist, sumt er langhlaup og annað er skammtíma. Sumt getur maður brugðist strax, annað er stefnumarkið til lengri tíma sem skilar svo eins og við byrjum með innkaupin, að rýna innkaup okkar núna sem er með skilvirkra hætti, að skoða það, erum við að njóta kjara og svona meins, það er eitt liður, reyna með setja meiri þunga og umhald starfsmannamála og annað slíkt, þannig að við höldum betur starfsmenn, allt er þetta verkefni sem við viljum til framtíðar, ekki bara til hagsbóta fyrir okkur fjárhagslega, heldur líka til að vera betri vinnustaður og svo framvegis. Þannig ég held að sé margt í þessu og þetta snýst að fyrst og síðast það að við tökum líka stefnumarkandi ákvarðanir. Við höfum heilmar sem við getum unnið með í krafti stærðarinnar, stærri stjórnsýsleining, en við þurfum líka að hafa í huga að í stærri stjórnsýsleininga það þurfum líka að hugsa inn í hverfin sín og hvernig við vinnum þetta best. Þannig að þetta verður alveg helja mikið vinna. Ég bara, eins og segi, ég held að nefndin hafi brugðist við bara vel og strax svona velta fyrir sér, sviðstjórar með formönnum og annað slíkt. Svo en endan kemur, þetta líka svona spurning svo bara pólitískra ákvarðanir og hvað við teljum best í þeim efnum.
Það var nú bara þetta sem ég vildi bæta við vegna fjárhagsáætlun. Afsakið, við erum mörgum að ræða fjárhagsáætlun. Já, á nokkuð mörgum fundum. Þangað til hún er búið. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið aftur. Hann hefur talað tvisvar sinnum en fær að koma með athugasemd. Gjörðu svo vel. Takk fyrir frú forseti. Það í rauninni bara gagnvart því ef það hefði mátt skilja það þannig að ég væri að gefa í skyn að háttvirtur bæjarfulltrúi Þuríður væri hrókafull. Þá er það svo ekki. Ég er bara að lýsa því sem kemur fram í bókunin því þar er í að því að pólitískan leikþátt sé að ræða. Og það er það sem að mér finnst hrókafullt að svara ráðuneytinu með þeim hætti að það sé hægt að draga ráðuneytið inn í einhvers konar leikþátt og notast við það eins og þeir hafi fengið einhvers konar nafnlausa ábendingu og þar að leiðandi ekki gert sér grein fyrir að þeir væru leiksoppar í einhverju pólitík. Það var það sem að ég vil bara ítreka það því að háttvirtur bæjarfulltrúi Þuríður alls ekki hrókafull á mínu viti. Takk. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs. Það er enginn beðið orðið. Þá ætlum ég aðeins að fá að taka til máls aftur. En kannski bara aðeins svara því bréfið góða og bókun Fjarðalistans og Framsóknar í bæjarráði. Þá náttúrulega að þar sem bæjarfulltrúi Ragnar talar hrókafullt er það náttúrulega að við bæjarfulltrúar fengum ekki nafnið á þessu, eða sem sendi bréfi fyrir bara í RÚV, fréttum hjá Ríkisútvarpinu, seinna þennan dag. Þannig að við fengum nafnlaust bréf og það er svona það sem er verið að vitna í, sem við fengum frá innanríkisráðuneytinu, innviðaráðuneytinu, en það var ekki fleira en þá ætlum ég að bera fundargerðir bæjarráðs nr. 763 og 764 upp til samþykktar og þau sem hann að samþykkja vinsamlega skeiða merki. Fundargerðir eru samþykktar með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá er fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 6. Orðið er laust hana. Þuríður Lilju, formaður umhverfis- og skipulagsnefndar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Frú forseti, kæru bæjarfulltrúar, mig langar bara að koma inn upp sem formaður nefndarinnar og taka undir með því sem að kollega mínir sögðu áðan að það er mjög ánægilegt að sjá hvað eru margar lóðarumsóknir. Það virðist ekkert vera neitt lát á því, það er bara á hverjum fundi og sem er mjög gott og síðasta fundi voru líka 5 umsóknir sem er bygginglegar umsóknir, þannig að þetta er ekki bara lóðarumsóknir, heldur er fólk líka hafist handa við að byggja og það, í þeim tilfellum var það allt fjölbýlishús að ræða. Þannig að við teljum að þessi verði mjög bjart yfir, eða verði mjög bjart yfir húsnæði í Fjarðabyggð vor bráðar. En annars var það svo sem ekki fleira. Takk. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, ég tek undir með Þuríði varðandi lóðaumsóknir. Þetta er ánægilegt að sjá þessar umsóknir en ég ætlaði aðeins að taka til máls undir lið 319. Erindi vegna bryggju og frárennslisrörs í Breiðdalsvík. Þetta var áður á dagskrá hafnarstjórnar og ég átti þar þátt í afgreiðslu á þessu erindi og eftir ábendingu frá íbúa Fjarðabyggðar út af þeirri afgreiðslu að þá finnum við knúin til þess að koma hérna upp. Við þurfum að hafa í hug að við þessa afgreiðslu að við erum að setja bryggju sem að við erum að gera ráð fyrir að sem aðgengi bæjarbúa að og gesta. En aðgengið að henni liggur í gegnum öryggissvæði og atvinnusvæði
og við höfum verið að skerpa á þessum svæðum í Fjarðabyggð, það er að segja þessi vinnusvæði sem að hafnirnar okkar eru, og þarna liggur sem sagt aðgengi að þessari höfn sem er ætlað til útivistar í gegnum það svæði. Þannig að við þurfum að hafa það í huga þegar við förum að vinna að gerð þessarar bryggju að aðgreina það frá atvinnusvæðinu, þannig að við séum ekki að beina fólki þar í gegn sérstaklega í ljósi þeirra hræðilega atburða sem áttu hérna sér staði á Austurlandi fyrr á þessu ári. Takk fyrir þetta Ragnar. Jón Björn Hákonarson hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti, aðeins í sambandi við þessa fundargerð umhverfisskipulagsnefndar. Svo sannarlega sjáum við það að núna nokkuð langt skeið þá áður en umhverfisskipulagsnefnd og mannvirkja og veitunefnd var gerð núna í byrjun þessa árs, byrjun þessa kjörtímabils að þörfum var sýna til staðar. Við sjáum að fjölda mála, það er náttúrulega með ólíkindum að sjá fjölda mála sem við höfum að fá inn sem er jákvætt að sýna okkur að það er mjög mikið að vera í þessu samfélagi sem er gott. En hér náttúrulega eins og þegar við fórum fram er þetta mikið fjölda umsóknum byggingaráform, byggingarleyfi og síðan lóðir sem er hann góða. En það sem ég kom inn á er sérstaklega tvö atriði hér, það er fyrst liður 16 sem eru númerslausir óskráðir bílar eða bílar ekki á skrá. Það er mjög ánægjulegt að skipulags- og umhverfisfulltrúi Nýr, Aron Leví, hefur tekið þetta mál þessum kvöldum því að þetta hefur verið okkur, við höfum ekki verið hvorki við né samfélag okkar ánægt með að númerslaus faratæki séu hér í stórum stíl. Það er alveg skilningur því að upp getur komið aðstæður hjá fólki að það þarf að taka fyrir þeirra skrá, að bílar eða eitthvað slíkt, en margt af þessu er miklu lengra og stærra mál en það og jafnvel sá fjöldi einnig. Og það er bara svona að finna út þær leiðir og þá kannski verið í sambandi við sveitarfélaga fyrrabræði til þess að finna leiðir til þess að ef menn lendir þeirri aðstöðu til þess að þetta sé ekki hér allt. Við fórum hér í skoðanaferðum í vor hér inn á þessum sviðum, bæði hér á Reyðarfirði og í bara hverfunum okkar almennt og það ástandi var ekki eins og maður vilja sjá það. Því miður, stór mikið af bílum, margir hverjum er mjög svona slæm ástandi, auðvitað bara á mengandi og við höfum brugðist við því. En auðvitað viljum að þetta leysa þetta þannig að þetta verði ekki til kostnaðarauka fyrir okkur eða eigendur þessara faratækja, þannig að við svona svolítið köllum á það núna held ég líka hérna frá Fjarðabyggð að það verði svona samfélags átak í þessu. Þetta sé ekki bara að okkar starfsmenn og okkar starfsmenn þurfa að geysa til margt, heldur samfélagi komið þetta saman. Þetta er ekki til framtíðalítið eitthvað, ekki svo mynd sem við sína, þetta er bara til þess að við erum að leysa úr þessu þannig að þetta verði snirtilegt, því að Fjarðabyggð er gríðarlega snirtilegt. Ég held við gleymum því stundum þegar við horfum yfir því og að vera áður rættir á það stundi. Hversu mörg skref hafa verið stigin af sveitarfélaginu og íbúum þess og fyrirtækjum, ekki síður íbúum og fyrirtækjum, til þess að gera þetta samfélag snirtilegt. Það er náttúrulega bara, hefur tekið bara stórum, þetta eru mikla framfarir síðastliðin ár, það er bara glæsilegt að sjá mörg fyrirtækjum sem mikla alúði leggja umhverfisstefnu sína íbúana og hvað við getum verið stolt ef við gerum þó okkur þurfum að gera betur á mörgum stöðum og það er sveitarfélagi ekki það skilið, þá erum við samt að höfum náð miklum árangri. Við þurfum að ná honum áfram þannig að það verði betra með hverju árinu sem líður. En síðan er það aðeins í sambandi við þetta sem Ragnar kom hérna og það er rétt að það er gríðarlega mikilvægt og öryggismálum hafnun og við höfum verið í þeim viðræðum áður við fyrirtækin og það þarf að herða skerpa á þeim í verk á þeim framtíðarlítið og ekki síður þarna og einn liður í þessu tengst með þessa bryggju sem bæði náttúrulega hugsuð til undirsöka á Fljótsvík og líka til nota og síðan út frá veitum að þarna þarf þá að horfa til þess að þarna er búið að áður en að fyrir sameining var hannað svo kallað breiðtorg sem er þarna á þessu svæði miðjan á þessu
svæði sem þá þetta tengist inn á og við þurfum að svolítið við þurfum bara líka að stíga þau skref, við þurfum bara að vinna það í áföngum og tengja þessu, þannig að það sé alveg hugrænt að þetta sé ekki gegnum munaðarlóðir eða með hætta sé á ferðum. Þannig að við þurfum að hafa það og það er verulega góð áminning og þörf að við gleymum okkur ekki í því að þó eitthvað sem við séum vön í atvinnulífi og umferðum, þá er það ekki víst að það séu allir sem okkur heimsækja. Það var ekki fleira. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Orðið er laust fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar upp til samþykktar og þau sem hann samþykkja þess að skeiða merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er að fundargerð fræðslunefndar númer 114 og orðið er laust fundargerðina. Birgir Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Mér langaði aðeins að koma inn á fyrst lið 4.1 og það hefur verið rætt hérna af ansi mörgum hérna undan sem er fjárhagsáætlun og það er ljóst að það er aðhaldskrafa en á fundi nefndarinnar var svona lausnamiðað hugafar sennilega ríkjandi og það átta sig allir nefndamenn á að þetta er verkefni sem að við tökum saman. Þannig að ég hlakka til þeirrar vinnu. Síðan í lið 4.4 að þar erum við með stefnu, fræðslu- og frístundastefnu sem að við samþykktum fyrir 3 árum og það var þá samin aðgerðaráætlun til 3 ára sem að í rauninni rennur þá sitt skeið núna 2022 og til þess að rauninni halda utan þessa nýju aðgerðaráætlun þá fyrir árin 23 til 25 þá setjum við saman þverfaglegan hóp, held ég með að segja, með 3 fulltrúum úr íþrótta- og tómstundanefnd og 3 fulltrúum úr fræðslunefnd. Og verkefni í rauninni hópsins verður að svona stýra því hvernig við fáum hugmyndir að aðgerðum, hverja við fáum til samtals og svo framvegis, svona halda utan þá vinnu. Og þess ber kannski að geta í þessu samhengi að þegar stefnan var samin þá var haft samráð við 500 manns sem er töluverð prósenta íbúa Fjarðabyggðar á öllum aldri og svona hugur okkar stendur til, kannski ekki að fara alveg í 500 en reyna svona að spegla þetta dálítið til þess að fá sem flest sjónarhorn. Við erum að gera, í rauninni er verið að setja niður þessar aðgerðir fyrir börn og fullorðna og fólk í rauninni í Fjarðabyggð á öllum aldri, þannig að við þurfum að huga að því þarna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð fræðslunefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ætla ég að bera fundargerð fræðslunefndar númer 114 upp til samþykktar og þau sem hafa samþykkt ekki á merki, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst á dagskrá fundargerð félagsmálanefndar númer 156 og orðið laust hana og ég ætla aðeins að fá að kveða mig hljóð undir fundargerð félagsmálanefndar. Það er svona eins og við höfum verið að ræða hérna á fundinum að þá er náttúrulega starfs- og fjárhagsáætlun hafin í Fjarðabyggð og við áttum þar mjög gott spjall innan félagsmálanefndarinnar svona hvernig árið í ár, allan að fyrstu 6 mánuðir hafi verið hjá í félagsmálunum og við höfum nú ágætlega haldið rekstur félagsmálanefndar núna þetta ár og hefur bara gengið mjög vel en nú eru þetta báðu við sem sagt sviðsstjóra og starfsmönnum nefndarinnar að vinna fjárhagsáætlun með tilliti til hagræðingu í rekstri og leggja síðan fyrir okkur að nýju, þannig að við vildum að þau myndu nú aðeins leggja höfuðið í bleyti starfsfólk sem sagt fjölskyldusviðs ásamt því að við náttúrulega sem að erum í nefndinni gerum það líka.
fjármálastjóri kom og ræddi við okkur um rammann og við tókum mjög gott, eins og ég segi, spjall. Við ræddum líka sprett og samþættingarþjónustuna og þar sem að sviðsstjóri fjölskyldusvið var að kynna fyrir okkur vinnu og verklag varðandi samþættingarþjónustu og spretti, nei, í Fjarðabyggð segi ég, og við erum náttúrulega, ég hef oft komið hingað upp og talað um sprett því að ég er mjög hrifin af þessari snemmtæku íþróttum sem við höfum verið að vinna með hér í Fjarðabyggð, sem að kemur nú heima saman með það að farsældarlögin farsældarþjónustu barna sem við erum að innleiða núna og öll sveitarfélög á landinu er að innleiða, við erum alveg komið nokkur skref þangað sem að við erum búin að vinna okkur í haginn með það, eins og Jón Björn bæjarstjóri kom inn á áðan á bæjarráði. Annað var það nú ekki fleira en orðið er laust undir félagsmálanefnd. Þá ber ég bara fundargerð félagsmálanefndar númer 156 upp til samþykktar og þau sem hann á samþykkja vinsæla skrifa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er að fundargerð hafnarstjórnar og orðið er laust hana. Enginn hefur beðið orðið. Jú, Jón Björn fyrirgefn, Jón Björn Hákonarson, gjörðu svo vel. Já, forseti, kannski hér 2 liðir í þessari fundargerð sem sérstaklega er þá til annars vegar náttúrulega þekkja að það farið við stöðuna að vera að ganga eða hefur verið að vinna hér að því að taka fóðurframma sem satt í óveðri við Gripalda og það verkefni hefur gengið ákveðlega, það hefur bara verið umfangsmikið eins og gefur að skilja og mun eflaust næstu vikum það verið að býða til frekari tækjabúnaði þarna á þessum tímum og býða til frekari tækjabúnaði til þess að ná úr fóðri og fleiri, ná úr fóðri segi og þannig að þetta vonandi fer að vera svona komast á endastöð og framinn farið þá hvers sem hann fer, hvers sem hann þetta niður séð uppgerðar en þá er þetta svona þessum liðaverðmóki sem hér á okkur snýr samfélaginu. Aðeins bara í sambandi við umsögnum strandsæðaskipulag Austfjarða sem þarna er undir og eins undir í umhverfisskipulagsnefnd, þarna er bara þess að þekkja, það er að renna út umsagnartími haf- og strandsæðaskipulag Austfjarða sem er þekkja, sem er orðin æðilöng meðganga með skipulag sem við óskum eftir að fá að vinna sjálf á sínu tíma fyrir okkar samfélag, fyrir þín okkar, sem verður bara stofluð á samfélagi, fengum ekki með þekki það allt saman. Báðar þessar nefndir hafa unnið inn á umsögn og við svo sem mér heyrst það að vera og við sem bara almennt sammála það að skipulagið endurómar ágætlega það nýtingaráætlun sem við gerðum og er í samræmi þá starfsemi sem við erum nú með, hvað sem er í fiskeldi eða í landi. Því að við höfum það lagt bara kappkostað í samstarfi við þessi fyrirtæki að síðustu árum að þetta fari saman sem best og ógn ekki þannig að hvað Fjarðabyggð snertir, þá sé það nokkuð. Það fer ekki fram með neinum að það er ekki sama svona auðvitað deildar meiningar hefur annars staðar en það verður þá komið ljós í vinnslu hafast í vinnu svæðisásins sem þetta náttúrulega fær núna allskins fær athugasemdir frá stofnunum og sveitarfélögum og einstaklingum og það verður bara komið ljós en ég held að hálfu sveitarfélags sem kemur fram í umsökunum sem við farnar og eru þannig opinberar er svo sem bara annað en það við horfum til þess að þarna hafi verið horft til þeirra nýtingaáætlun sem við höfum nú þegar unnum á sínu tíma og lögðum fram strax í byrjun þessars skipulags og sögðum að það væri svona sú sín sem við höfum okkur. Takk fyrir þetta, orðið laust fundargerð hafnarstjórnar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð hafnarstjórnar nr. 283 upp til samþykktar og þau sem hana samþykkja gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er fundargerð stjórnar menningarstofu og safnastofnunar nr. 2. Orðið laust hana. Já, Jón Björn Hákonarson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég skal ekki velja lengi og er alltaf í stólum, ég er fann að minna á þingmenn sem er í málprófi, en svo er alls ekki, ég ætla bara að koma inn á 2 liði, annars vegar náttúrulega bara hjá menningar og safnastofnun, eða stjórn menningar stofu og safnastofnunar, það er annars vegar náttúrulega bara liður 5 sem er söguritin í Fjarðabyggð,
það sem var þetta verið að kynna útgáfu Fossvogsins og minna á að útgáfu hóf á vegum Sveitafélagsins fer fram annað kvöld á Fossvogsins, hefst klukkan 8 í Skrúði, þar sem verður fagnað útgáfu bókarinnar, bæði les úr henni og boðið upp á kaffiveitingar og ég vona að bæjarfulltrúar sem flestir, það eru íbúar Fjarðabyggðar, bara Fossvogsins að sjá þessi fært að mæta og þarna verður lesið upp úr bókinni og hún afhent þeim sem hafa nú þegar keypt hana og verður til sölu, útgefandi verður þarna einnig. Og þetta er mikið og veglegt rit, glæsilegt í alla staði. Og Smári Geirsson á mikla þakki skilja fyrir að hafa haldið vel utan þessa söguritun og skila henni af sér þannig að sómir að sem ég er nokkuð vissum og ætla að hafa flett þessari bók fram og tilbaka. Síðan aðeins bara óska hér náttúrulega liður 7, það tengist menningarverðinum SSA en þau voru afhent, menningarverðinum Samband Sveitarfélaga á Austurlandi voru afhent á fundi haustþingi sambandsins núna síðastliðinn fimmtudag og þau fjalli í skaut Guðmundi Sveinssyni sem er forstöðumaður skjala myndasafns Norðfjarðar sem er rekið hér undir merkjum Fjarðabyggðar og er hluti af þessu kerfi, héraðsskjalasafnskerfi sem er nú. Eldri sveitarfélögin sem mynduðu Fjarðabyggð voru þátttakendur í héraðsskjalasafni Austfjarða en fyrir var þetta héraðsskjalasafn á Norðfirði sem hefur fengið hald og er náttúrulega miklu meiri svona starfsemi þar heldur en var bara bundið við Tannstað. Hann hefur unnið bæði að ritun sögu Fossvogsins með Smára í myndasöfnunum og verið unnið bara verkefnum alla Fjarðabyggð. Guðmundur er guðfar þessa safns, hann stofnandi þess og grundvöll þess. Ég held að ég hæfi að bæjarstjórn Óskar Vilna til hamingju, hann er vel að þessu kominn. Hann hefur aldrei verið þarna í stórum starfshlutföllum en safnið hefur átt allan hans hug og umhugsun og er liður náttúrulega í því sem við erum að vinna í núna með nýju skjalasafni Fjarðabyggðar af því að þetta er skjala myndasafn Norðfjarðar er á heimili Guðmundar og neðri hans sem við höfum leigt árabil en ætlum að samþætta núna inn í bara þessa skjala umsýslu sem við eigum að hafa og þurfum að hafa á einum stað. Það verður nýju skjalasafni sem vonandi verður klárt í lok næsta árs. En þannig að bara innilega hamingjóskir frá bæjarstjórninni, við sem er með nokkuð óvægt að segja það til hönd ykkar sem gefur. Takk fyrir þetta. Orðið er laust fundargerð stjórnar menningarstofu og safnastofnana. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar og þeir sem hann samþykkja gefa merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og fyrst á dagskrá þar er svæðisskipulag Austurlands sem er vísað frá bæjarráði til afgreiðslu í bæjarstjórn en svæðisskipulagsnefnd hefur afgreitt tillögu að svæðisskipulagi fyrir Austurland. Tilgangur þessara vinnu er að marka sameiginlega framtíðarsýn Fjarðabyggðar, Fljótsdalshrepps, Múlaþings og Vopnafjarðarhreppar fyrir landshlutann. Samstilla stefnur sveitarfélaganna á sviði umhverfis, efnahag, samfélags og menningar og tryggja þar með sjálfbæra þróun. Svæðisskipulagið er langtíma stefnumarkandi áætlun sem framfylgt verður með skipulagsáætlun hvers sveitarfélags og öðrum áætlunum SSA. Svæðisskipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórnir sveitarfélaganna 4 á Austurlandi samþykki afgreiðslu nefndanna og samþykki svæðisskipulagið og umhverfismatsskýrsluna með þeim lagfæringum sem lýst er. Áður hefur svæðisskipulagið verið kynnt hér í maí ásamt því að við bæjarfulltrúar sem hér sitjum fengum greinagóða kynningu á SSA í síðustu viku svæðisskipulag Austurlands. En orðið er laust svæðisskipulag Austurlands. Birgir, gjörðu svo vel. Hann hefur beðið orðið sem sagt Birgir Jónsson. Takk fyrir, frú forseti. Mér langaði bara aðeins að ræða þetta skipulag eins og Stefán kom inn á fyrr í dag, þá er þetta margt frábært plagg. Þetta er í rauninni tímamóta plagg eins og var komið inn á þingi SSA að þarna er sameiginleg framtíðarsýn fyrir allt Austurland til 2044 og ég held að bara þetta er ótrúlega magnað og eftir því sem að ég persónulega hugsa þetta meira þá verður þetta betra og betra. Þannig erum við komið með leiðarljós til að vinna eftir. Sama nánast á hvaða sviði það er. Af því að menntamálin eru svona mitt sérstaka áhuga mál
að til dæmis varðandi þau, þá er talað um samvinnu á milli skóla sem að ég tel persónulega sé hægt að gera mun meira af. Þá erum við að tala um skóla bara á öllu Austurlandi, framhaldsskóla til dæmis sem að ég kannski þekki hvað best, og þannig að ég bara fagna þessu gríðarlega og nú er það bara okkar að taka þetta plagg og láta það hjálpa okkur í allri vinnu sem að við eigum fyrir hendunar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, orðið er laust. Ég ætla aðeins að hefða með hljós, en ég tek bara undir með Birgi. Þetta er náttúrulega alveg stórmerkilegt plagg og þarna einhvern veginn svona speglast samstaða og samvinna á milli sveitafélagana á Austurlandi, myndi ég segja. Og ég myndi segja að þessi samvinnuhefð, hún er dýrmætt og nauðsynleg til þess að móta framtíðarsýn fyrir svæðið allt. Þannig að ég fagna þessu og ég hugsa það að þegar að nú að þetta verður tekið fyrir í sveitarstjórnum annars staðar á Austurlandi, veit að það verður múlið ekki dag og Fljótsdalshreppi í síðustu viku að ég hugsa að þegar að allar sveitarstjórnum verður búin að samþykkja þetta og frágangur er búin að þá þurfi, eins og að tala nú um á SSA-þinginu, að þá er að fagna. Því að þetta er stór áfangi. En orðið er laust. Enginn hefur beðið orðið og þá ætla ég að bera upp svæðisskipulag Austurlands upp til samþykktar og þau sem hann að samþykkja vinsæla skeiðmerki. Og það er samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta mál á dagskrá er samningur sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu. Það vísar frá bæjarráði til endanlegrar afgreiðslu bæjarstjórnar og Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri mun mæla fyrir samningnum. Takk forseti, eins og kemur fram í fylgigögnum, þá er hér komin núna hér samningur eða draugasamningi þessi sameiginlegu umdæmisráð barnaverndar sem þekktu í tengslum við breytingar á barnaverndarlögum sem samþykkt var á síðasta löggjafarþingi og átti að taka gild í vor en að fresta svo gildistöku fram að áramótum. Þá stóð til að það er mynduð barnaverndarráð á ákveðin stórum landsvæðum, verið hátt til 6.000 manna regluna í maður rétt í byrjun og sveitarfélögin myndi koma sér saman slíkar samsetning. Ráðandi svo hvarf frá þeirri útfærslu í nánari skoðun í vor og í stað var farið í vinnu og afrakstur af vinnu hefur verið kynnt núna og er umfjöllun á sveitarfélögum í þessari viku og vel flest náttúrulega og síðan mörgur eru búin að svara nú þegar. En þá var farið það myndstað fyrir að hafa þessi ráð þá á mismunandi svæðum. Þá verið 3 umdæmisráð mótuð í byrjun. Það er umdæmisráð höfuðborgarsvæðisins, umdæmisráð Kragans með þá Kræin sem er eins og í Kræin sem er bara kjördæmi Kræin og síðan landsbyggðin. Og það er mat bæjarráðs eftir að hafa skoðað þetta og þessi kynning hefur verið fram. Umdæmisráðin bara áður en ég kem að því, umdæmisráðin verið þannig stýrt að sveitarfélögin munu taka að sér að stýra en skiptis. Akureyri hefur búist til að taka að sér umhaldið því að það er að streyma þarna hann að koma fjármagni, fara í gegn og umhaldið á því. Sveitarfélögin eftir að hafa skoðað þetta vel flest og bæjar og hér þar á meðal sammála því að leggja til við bæjarstjórn. Við verðum þátttakendur í þessu umdæmisráði. Rétt er að huga við getum hafnaði þá er það bara umdæmisráð sem er þá komið á okkar herðar. Það er sá möguleiki en engin þörf á því. Leið á þessi samningu þá er hér lagður fram til samþykktar umdæmisráði. Þá verður það á lokinni atkvæðagreiðslu verður það samþykkt og það tilkynnt strax. Undir þessu er líka jafnframt val og valnefnd því að það verður auglýst eftir aðilum til setu í umdæmisráðum sem að þekkja. Nú er þessi úrskurðarvaldið farið þá pólitískt skipuð barnaverndarnefndum sem hafa verið til sveitarfélaga og færast til ráðsins í þessu tilfelli. Eftir stendur þá ákveðin hluti barnaverndarmála sem verður í höndum sveitarfélags viðkomandi fjölskyldusviðs og síðan félagsmálanefnd verður talin félagsmálanefnd formlega þegar barnaverndarnefnd verður lögð niður í þeirri mynd sem voru núna. Þannig að hér er lagt til að við jafnframt tekið á því kostnaðarþáttöku og fleira. Það er bundið við annars vegar fastgjald við þessa fulltrúa sem í þessu sitja. Það er verið að leita til þess að fagmanna sem eiga í þessu ráðu sitja, lögmenn og fleiri og svo er greitt fyrir hvern sérstakann úrskurð. Og í mörgum tilfellum er náttúrulega úrskurður kannski ekki og vonandi verður úrskurður sem fæst. Því að það er þá merki
hér er lagt til að þessi samningur verið samþykktur og jafnframt að þá ég sé falin undirritun sem liggur fyrir í endanlega mynd sem að tilkynningin í dag og að jafnframt að við okkur er falið tengsl með þetta að gera breytingar á samþykkum þess sem þarf með það fyrir huga hvernig við komum barnaverndarmálum fyrir að loknu þessari breytingu sem hún tekur endanlega gildi. Já, takk fyrir þetta og orðið laust þennan samning. Og enginn hefur beðið orðið. Þá ber ég upp drög af samningi sameiginlegt umdæmisráð barnaverndar á landsvísu upp til samþykktar og þau sem hann að samþykkja vísar að skrifa merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. En þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar 7. október með dagskrá. Ég þakka bæjarfulltrúum fundarsetuna, umræður og þátttöku á fundinum og segi hér með fundi slitið. Takk fyrir.